útsendri dagskrá sem fundargerð borgarráðs frá 8. september. Þar undir 20. liður Félagsstofnun stúdenta lóður undir stúdentaíbúðir í Skerjafirði sem kemur til atkvæðagreiðslu. Svo er það fundargerð borgarráðs frá 15. september. Þar 14. liður, 23. liður og 33. liður sem koma til atkvæða. Það Keilugrandi deiliskipulag, það viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar vegna Breiðagerðisskóla og svo umboðsmaður borgarbúa sem tillaga forsætisnefndar. Hv. borgarstjóri óskar eftir að taka til máls. Forseti ágæta borgarstjórn, hér undir mál sem að skipta máli. Í fyrsta lagi þá verið að afgreiða deiliskipulag út af Keilugranda þar sem að rísa munu íbúðir litlar og meðalstórar á vegum búseta og félagsbústaða. Deiliskipulagið fékk býsna góða viðtökur enda hafði búseti kynnt það alveg á frumstigi þannig að athugasemdir voru ekki miklar en einhverjar. Það brýnt að þetta mál hafi framgang út af framgangi húsnæðisáætlunar Reykjavíkurborgar að fjölga kostum þar og sömu sögum má segja varðandi erindi stúdenta sem út af því að við höfum stúdenta í huga þegar við þróum og skipuleggjum nýtt land borgarinnar í Skerjafirði og fyrir borgarráði lá tillaga að taka jákvætt í það sem ég finnst nú einfaldlega sjálfsagt en leið mikilvægt. Við þurfum að hafa ákveðið samráð við fjármálaráðuneytið samkvæmt samningi landið og sjálfsagt að hafa það. Ég vildi svo með leyfi forseta fá að víkja stutt að efni sem hefði átt að vera í fundargerðinni en var það ekki. Því þannig að undirritaður á leiðinni til Búkarest þar sem að haldið verður upp á 10 ára afmæli verkefnisins Youth in Europe sem forvarnarverkefni sem byggir á árangri Íslands og sérstaklega Reykjavíkur í forvörnum. En við höfum fóstrað þetta verkefni núna í 10 ár í fjölmörgum borgum, sérstaklega Austur-Evrópu, en það eru samanburðarborgir líka í Vestur-Evrópu. Mér hins vegar láðist að tryggja það að þessi ferð yrði bókuð í fundargerð borgarráðs og vil því að það verði bókað í fundargerð borgarstjórnar hér með. Því að ráðstefnan ber upp á næsta 50. sem sami dagur og næsti borgarráðsfundur haldinn. Þetta hefði verið hægt að bóka þetta þar á 50. en mér finnst fara betur á því að bóka þetta fundargerð núna og vona að borgarstjórn sé sammála því og hæstvirtur forseti. Hv. borgarstjóri hefur lokið máli sínu. Það væri æskilegt að fá bókunina. Hún komið fram. Þá Hildur Sverrisdóttir, borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur óskað eftir. Það eru fleiri á Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Hildur Sverrisdóttir, borgarfulltrúi, tökur næsti máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Nú lendi ég vegna prentvandræða í svo miklu klandri að ég man ekki hver liðurinn undir þessum dagskrárlið en ég ætla að ræða umboðsmann borgarbúa. Það í lagi? 33 liður. Takk fyrir það. Ég ætla að hafa þetta tiltölulega stutt þó að erindið sé mikilvægt. Ég satt best að segja fyrir hönd borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins skil ekki alveg þann asa sem virðist hafa verið á því að finna stjórnskipulega stöðu umboðsmanns borgarbúa innan borgarkerfisins. Eðli máls samkvæmt að þá ætti umboðsmaður borgarbúa að vera eins óháður borgarkerfinu og pólitík og svona þar sérstaklega en ekki líka embættismönnum og öllum þeim sem að hans hlutverk í rauninni að, vakta fyrir hagsmuni borgarbúa og hvernig svona kerfið fungerar í heild. Við þekkjum fordæmi þess frá umboðsmanni Alþingis. Við höfum séð mjög mörg dæmi þess hversu mikilvægt það að umboðsmaður Alþingis sé algjörlega
svona eins óháður þinginu og mögulegt til þess að hann geti sinnt sínu starfi. Og ég held að þessi enginn sem ekki sammála það að mikilvæg þess að hann fái bara fjárframlög, en öðru leyti bara undir þinginu sjálfu en ekki einhverri sérstakri nefnd, engum sérstakum stjórnmálamanni eða ráðherra eða embættismanni eða neinum slíkum sem að eðli máls samkvæmt gætu kannski gert mál erfiðari í úrvinnslu og svona öðrum störfum umboðsmanns. Þannig að þetta svona prinsippmál sem ég að koma hérna upp með. Ég átta mig á því og ég efast ekki að það meini allir vel og gott eitt til þegar þeir lofa því að ætla ekkert að hlutast til störf eða athugasemdir umboðsmanns og lofa því að ætla að láta hann að öllu leyti vera og óháðan og allt það. En bara í prinsippinu þá eigum við aldrei nokkuð tíman að bjóða því heim að hann hafi þessa stöðu innan kerfisins. Við öll hérna hættum á einhverjum tímapunkti og aðrir komi í okkar stað og svo framvegis og þannig verið að taka mjög stóra ákvörðun inn í framtíðina mjög viðkvæma stjórnskipulega stöðu og ég skil ekki af hverju þarf að flýta þessu svona mikið. Að mér að vitandi, og þá má gjarnan leiðrétta mig ef það er ekki rétt, að þá hafa ég nánast engra til dæmis umsagna verið leitað þetta mál. Og til dæmis leitað til umboðsmanns Alþingis hvað honum geti mögulega þótt, svo sem hefur mikla reynslu af þessu hlutverki, var leitað til umboðsmanns borgarbúa sjálfs, var leitað til einhverra. Þegar það er ákveðið að finna umboðsmanni borgarbúa stað innan stjórnkerfis og lýðræðisráðs og svona að hann heyri embættislega undir borgarstjóra. Ég bara skildi. Ég skil ekki af hverju þetta þarf að vera svona. Ég held að þetta bjóði hættunni heim og við höfum fordæmi fyrir því að umboðsmaður hafa gert athugasemdir við störf kjörinna fulltrúa sem að brugðu þá þar á það að svara því. Og það bara kristallast í því dæmi að þetta er mjög vandmeðfarin staða og við ættum að vanda okkur við þetta betur. Ég skil kannski ef að ástæðan sé sú að það að flýta þessu vegna þess að fjárhagsáætlunarvinna í gangi. Ég skil bara ekki af hverju það helst í hendur. Af hverju það sé ekki annars vegar hægt að afgreiða fjárhagsrammann embættisins og hins vegar skoða betur hvar best að finna þessu stað. Og að því sögðu fyrir hönd borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins erum við að óska eftir að setja tillögu á dagskrá með afbrigðum sem myndi þó hljóma svohljóðandi. Borgarstjórn samþykkir að stjórnskipuleg staða umboðsmanns borgarbúa innan borgarkerfisins verði endurskoðuð með það markmið að gera hann að eins óháðum og sjálfstæðum aðila innan stjórnsýslunnar eins og frekast er unnt. Meira var það ekki. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir hefur lokið máli sínu og lokið við að óska afbrigða til þess að leggja hér fram tillögu og við gerum hlé á fundi. Ég hef svona bara svo skipta. Svo skipta bara við. Já. Ekki. Slótt hann að taka.
landið og hér gengið í þriðja skipti til atkvæða afbrigði. Þau sem samþykkja að taka tillögu Sjálfstæðisflokks umboðsmann borgarbúa á dagskrá gefi merki. Það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum og þá tekur hv. borgarstjóri næsta máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér það að ræða að fyrir liggur tillaga frá forsætisnefnd staðsetningu eða stöðu umboðsmanns borgarbúa í stjórnkerfinu. Það búið að vera í undirbúningi 1 ár vegna þess að það var talið að á því þyrfti að skerpa. Ég kannast ekki við það að hafi komið fram miklar athugasemdir eða vangaveltur að önnur staða en svo sem lagð til í þessari tillögu sé eina rétta, en það greinilega komið fram hér á þessum fundi. Ég held að sé ekki tilefni til þess að vera þrátta eða deilum það hér í borgarstjórn, heldur þurfum við bara að vinna málið betur. Það mikilvægt að ríki sátt og samstaða stöðu þessi embættis í borgarkerfinu. Ég legg til að bæði tillögunni sem hér lögð fram af borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins og tillögu forsætisnefndar sjálfri sé vísað til borgarráðs sem taki sér þann tíma sem þarf til þess að botna þetta mál þannig að sæmileg sátt geti ríkt þetta. Hv. borgarstjóri hefur lokið máli sínu og þá tekur Hildur Sverrisdóttir borgarfulltrúi næsta máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég ætlaði bara að fá að þakka fyrir þessu fínu viðbrögð. Það alltaf ágætt þegar það er vel tekið í að vinna málin aðeins betur. Mér líst ágætlega á að þetta fari fyrir borgarráð og þá kannski svona bara vinsamleg tilmæli að til dæmis ef að þá að skoða útfærslu varðandi stjórnskipunar- og lýðræðisráð en frekar að þá til dæmis væri meiri bragur á því að það verði útfært nákvæmlega hvernig það myndi líta út. En ég held mögulega að útgangspunkturinn ætti að vera hvort það sé ekki hægt að finna flöt á því að þessu embætti fylgja einfaldlega fjármunir en að öðru leyti standi hann sjálfstætt inn í kerfinu. En ég hlakka bara til að þetta verði tekið fyrir í borgarráði. Ég held að þetta sé mjög mikilvægt hagsmunamál til framtíðar að þetta sé eins vel úr garði gert eins og hægt og þakka bara fyrir. Hildur Sverrisdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Þá hafa ekki fleiri hvatt til hljóðs og við skulum fara að ganga til atkvæða. Við byrjum á 20. lið fundargerðar borgarráðs frá 8. september. Hann snýst félagsstofnun stúdentalóðir undir stúdentaíbúðir í Skerjafirði. Þau sem samþykkja hann gefi merki. Það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá það fundargerð borgarráðs frá 15. september. Það 14. liður, Keilugrandi, Boðagrandi og Fjörugrandi deiliskipulag. Þau sem samþykkja það gefi merki. Þau sem á móti kunna vera. Samþykkt með 9 atkvæðum gegn 4. 23. liður, göngutur atkvæðum hann viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar árið 2016 vegna Breiðagerðisskóla. Þau sem samþykkja hann gefi merki. Þau sem á móti kunna vera. Hann samþykktur með 13 atkvæðum. Og að lokum gengið til atkvæða þá málsmeðferð tillögu borgarstjóra varðandi tillögu umboðsmanns borgarbúa og tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem að þeim verði báðum vísað inn í borgarráð. Þau sem samþykkja það gefi merki. Maður biðja fundarmönnum að vera á fundinum. Þau sem samþykkja það gefi merki. Það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Maður biðja fólk að vera með í atkvæðagreiðslu. Endurtaka atkvæðagreiðslu hvaða? Ok, við endurtökum, má ég biðja borgarfulltrúa að vera í salnum. Endurtökum 20. lið fundargerðar borgarráðs frá 8. september. Þau sem samþykkja hann gefi merki. Þau sem á móti kunna vera. Samþykktur með 13 greiddum atkvæðum. Við tökum fyrir 11. mál á dagskrá